Halleluja. Takk fyrir þinn tíma, stu mín. Já, takk. Ég með. Já, hann með. Það 2026. Ég verði afsaka, ég fæ mér örugglega ofta súpa, ég svolítið slappur. En þá segir bara eins og Páll sagði, þegar ég veikur, þá Guð styrkur. En hvernig hafið það? Það ekki? Ef þið eru góð, þá ég góður. Verður maður ekki að taka þetta á ljöttunótunum með það? Maður verður að gera það. Það óþarfi að vera hérna alveg bara í jarðarfara stemmingu, bara hérna alveg þörkanta. Það algjör óþarfi. Við erum í kirkju. Síðasta sunnudag, ég sagði þetta síðasta sunnudag, þá talaði ég hjálpræði í Kristi Jesú. Að hvernig Guð hefur í Kristi gert okkur einhverja leið og við getum núna gengið í leiðina og eignast ákveði sem Guð búinn að gera fyrir okkur. Þetta alveg ótrúlega skemmtilegt efni, smá upprifjun. Síðast þá ég að tala það hvernig sumir kristnir byrja kannski öfugum megin við gönguna sína. Það að segja að þú heyrir fagnaðarerindið, þú meðtekur, en það sem gerist kannski þegar þú ert búinn að meðtaka að þú gengur í eitthvað annað fagnaðarerindi. Sem eru þá bara eins og galadamenn, basically. Og það viljum við ekki gera. Af því að ef við ætlum að gera það og fara þá leið eins og galadamenn, þá erum við komin eins og Páll sagði, þið eru komin í annað fagnaðarerindi. Því að þetta ekki fagnaðarerindi sem ég boða ykkur, og ef ykkur boðar ykkur annað fagnaðarerindi, en það sem ég hef boðað ykkur, sé hann bölvaður. En þetta skiptir alveg ofboðslega miklu máli að vera rétt staðsettur gagnvart Guði. Jesú Kristur kemur í heiminn sem Guð í holdi. Kemur og deyr fyrir syndir okkar. Það ekkert langt síðan við vorum að halda upp á páska, þá vorum við að minnast þess hvað Guð gerði fyrir okkur í gegnum Jesú Krist. Hann sem sagt, hann deyr, hann grafinn og hann upprisinn aftur á 3. degi. Og með því að hann gerði þetta allt saman, að þá erum við búin að eignast hjálpræði sem Guð búin að gefa okkur í Kristi Jesú. Ég var aðeins að hoppa í póstólsöguna. Ég las þetta síðast og ég ætla bara að lesa þetta aftur. 4:12. Ekki hjálpræði neinu öðrum og ekkert annan nafn er mönnum gefin víða veröld sem getur frelsað okkur. Ef ég ætla bara að segja það sama og ég sagði síðast, af því að mér langaði ekki að dvelja eitthvað sérstaklega á þessu versi, mér langaði að segja kannski frá grískun á baku þetta. Þannig bara lærisveinarnir Jesú, þetta sérst frumkirkjan og það bara að vera að segja að það ekkert nafn í þessum heimi sem getur hjálpað okkur og getur gefið okkur hjálpræði tilbaka og getur frelsað okkur frá öllum vandamálum okkar. Gríska orðið sem notað yfir hjálpræði soteria. Og soteria merkir frelsun frá synd, dauða, skiljanlega, Jesú sigraði dauðann, og nýtt líf í Guði. Og mér langar aðeins dvelja þarna, nýtt líf í Guði. Hvað það sem Guð búinn að gera fyrir okkur sem við getum svo bara gengið inn í og þetta allt glænýtt. Í Gamla testamentinu í Biblíunni, sem ef við bara sýnum þetta. Hérna þetta. Stærri hlutin hérna. Þetta svo gamli. Það var mikið lagt í gamla. Svo kemur nýji og hann svona þykkur. Hann það bil 100 ára, hann bara það bil 100, elsta bókin kannski 50-ish, pluss mínus, til eftir Krist og til 100. Hann þetta miklu þinni hluti hérna, skiljanlega. Hér svo gamli, og Gamla testamentið, það býður upp á það bil 613 boðorð. Easy. Auðvitað að halda það. En eitt af því sem Gamla testamentið býður var samfélag við Guð. En ekki endilega besta samfélag með Guði. Af því að Jesú Kristur ákvað. Þetta ekki svona djúpt, pabbi. Slökum á. Þetta samfélag við Guð bauð upp á það, ef við tökum bara eitt dæmi, að prestarnir í Gamla testamentinu máttu koma inn og eiga samfélag við Guð 2 ári. Það var sem samfélagi sem þeir máttu eiga við Guð. En með Kristi Jesú opnaðist nýtt samfélag við Guð. Eigum við að lesa? Hebreabréfið 10:19 segir, vegna þess að Jesú úthelti blóði sínu megum við systkinum nú með djörfung ganga inn í hið heilaga. Þetta svo blessað vers.
En taktu samt eftir það sem að segja. Það ekki verið að segja að við þurfum að gera til að fara inn í heilaga. Heldur að vera að segja að blóð hans leyfir okkur að ganga inn í heilaga. Jesú úthelti blóðu sínu til þess að við ættum samfélag við hann. Jesú kláraði pakkan fyrir okkur. Núna mögum við ganga inn í heilaga. Og þú lest gríska orðið í heilaga, þá merkir það að þú getur gengið inn frelsi hvenær sem er. Þannig að þú getur gengið inn í frelsi þínu og það skiptir engu máli hvað þú hefur gert í lífi þínu, hver afstæðin er, hvort sem þú brotið af þér eða eitthvað. Því að nú veit ég hér að við erum öll hér inni og við erum mismunandi sögur. En versið samt segir að við getum gengið inn hvenær sem er, með djörfung og öðru nær, átt samfélag við hann. Og það er ekki verið að spyrja eitthvað svoleiðis, bara gengið inn hvenær sem er. Og í dag þá eigum við samfélag við Guð, ekki vegna þess hvað við erum frábær, heldur vegna þess hvað hann gerir fyrir okkur. Og þetta er það sem við köllum bara miðpunktur trúarinnar. Af því að þetta er það sem að Kristur gerir til fyrir okkur og það er miðjan í allir okkar göngum með Guði. Það er krossdauði Kristi Jesú. Og ef ég var alveg hreinskilinn, þá er ég ekki hræddur að kirkjan bræðist á nokkurn hátt. Ég ætla bara að segja það alveg eins og þér. Kirkjan hefur brugðist í 2000 ár, þannig að það er algjör óþarfi að gera einhvern mál úr því í dag. Það er 2026. En það sem ég er meiri áhyggjur af, svo ég komi því á framfæri, það er mitt líf og okkar líf að við hættum að horfa á krossinn sem aðalatriði í lífinu okkar. Af því að ef að uppistaðan ef við ætlum að hætta að horfa á krossinn, þá er staðan bara svo að þá hékk blóðugur kross með tilgang sem að við viljum ekki taka á móti. Og Jesús segir í Jóhannes 19:30 að það er fullkomnað. Og aftur, ef við lesum grískuna, við mögum aldrei misnota grískuna, þannig að þið verða ekki taka þessu miklu mér til fyrirmyndar, bara ég er algjörlega að segja það sem að grískan er að segja. Við erum ekki að reyna að misnota grískuna, það er ekki fallegt. En gríska orðið fyrir það sem fullkomna, það merkir fullkomna getur ekki við þessu bætt, getur ekki við þessu breytt. Þannig að þetta er rosalega einfaldur boðskapur. Ef við hoppum í annað vers, Jóhannes 3:16, við ætlum að finna upp á hjólinu í dag. Því svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn engilinn, því þess að hver sem á hann trúir, soninn glatist ekki heldur af eilíft líf. Spáðu í þessu. Guð er góður og hann er bara góður. Og hann segir þetta fyrir því persónulega. Þetta er svo magnað. Rómverjabréfið 5:6 segir að Kristur dó meðan við vorum ennþá vanmegna. Svo breytir hann textanum í versi 8 og segir að meðan við vorum enn syndarar, að þá dó Kristur fyrir okkur. Og hér segir einfaldlega að Guð gefur og hann gaf okkur son sinn, ekki í einhverjum tilgangi, heldur gaf hann okkur til þess að við getum öðlast lífið. Af því að við sem erum þessu heiðnu þjóðir, ég fer betur í það eftir, en við sem erum þessu heiðnu þjóðir, við áttum bara ekki séns til þess að eignast eitthvað líf. Þess vegna þurfti Guð að opna leið og hann gerði það með Jesú Kristi. Þannig að það er ekki bara við sem erum frelsara, heldur allur heiminu þarf frelsaralda ef við ætlum að eignast eilífa lífið. En hér er Guð búinn að opna leið og það er bara okkar við því að taka við honum. Þetta er miðpunktur trúarinnar að Jesú fór á krossinn. Þetta er bara miðpunktur trúarinnar. Guð er búinn að gera allt saman og nú er bara okkar að taka við því. Við getum því miður aldrei greitt tilbaka, en trúin er ekki að búast í því sem að greitt tilbaka heldur að meðtaka. Þetta er svolítið mikið af versum, þetta er bara góð kennsla. Nú ætlum ég að fara í Efesus 2:4-10 og þetta útskýrir margt sko. En Guð er auðugur af miskunn, svo mikilvægt var að elska hans til okkar þóttu hann dauð vegna misgjörða okkar, endurlífgaði hann okkur í Kristi. Af náð eru hólpin orðið og reist okkur upp með Kristi Jesú og bjóð okkur stað með honum í himinhæðum. Þannig vildi hann sýna okkur á komandi öldum ómælanlega auðulega náðar sinnar og gæsku við okkur í Kristi Jesú. Svo förum við í vers 8.
Því að náð eru þér hólpin orðin fyrir trú. Þetta er ekki ykkur að þakka. Þetta er Guðs gjöf. Ekki byggð á verkum og enginn getur miklað sig af þessu. En þegar þú ert búin að átta að versi 8 og 9, þá skulum við lesa vers 10. Við erum smíð Guðs sköpuð í Kristi Jesú með ákveðnum tilgangi til góðra verka sem hann hefur fyrirbúið til þess að við myndum leggja stund á þau. Hér er mikill svona leyndardómur af því að við vorum dauðsögum afbrot okkar. Hérna er bara Páll beinskeytur af því að það er bara sannleikur í þessu. Við vorum ekki með lögmálið 360 boðunin. Þekkið ekki boðinu 10 eða? Jú, þetta eru bara 610 önnur boðorð. Þetta er aðeins meira. Þetta er aðeins pínu erfiðara. En af því að hreyfingar, þarf ég að útskýra hvað hreyfingar eru það? Já, gerum það bara. Sem sagt, hreyfingar, þetta er oft notaðir svona hreyfingar, þetta eru þeir sem að lifðu ekki undir gamla sáttmálanum, bjuggu fyrir utan Ísrael. Það er líka að tala um heiðnu kirkjunar. Smárikirkja er gott dæmi. Við erum heiðin kirkja, af því að við erum ekki í Ísrael. Og þú ferð svo inn í Ísrael, þá ertu með gyðing kirkjunar. Þannig að þetta helst svona í hendur. Já. Þetta er bara 1 + 1. Allavega. En út frá því að við vorum ekki með þessa hérna bók, Gamla testamentið, að þá vorum við ekki með lögmálið og öll boðorðin og þess vegna hvernig við lifðum var bara þannig lifnarháttur að við áttum ekki séns til þess að eignast lífið sem var með Guði í himninum. Þess vegna vorum við dauðsögum afbrot okkar. Þess vegna þurfti frelsari að koma í heiminn og klára verkið fyrir okkur. Og góðvild Guðs gerir það verkum að við getum komið til hans og verið börn hans. Það segir í Jóhannes í Guðspjalli 1:12 að öllum sem gaf honum rétt gaf hann rétt að vera Guðs börn. Allir sem tóku við honum fyrirgefið. Og þetta er ekki spurning hvað við þurfum að gera heldur, við þurfum að meðtaka. En þetta er svo magnað, vers 8-9 svara Páll spurningunni hvernig við erum hólpin, en vers 7 svara spurningunni af hverju þetta er svona einfalt. Ef að fara betur í það. Hann vildi að sýna á komandi öldum ómælanlega auðleg náðar sinnar og gæsku við okkur í Kristi Jesú. Ef þetta er ekki fullkominn kærleiki, þá veit ég ekki hvað fullkominn kærleikur er. Hann vildi sýna hver ómælanlega náð hans er við okkur. Náð er bara eitthvað sem getur ekki endurgreitt, getur ekki borgað tilbaka. Og þetta er ómælanlegt. Þú getur ekki mælt náð hans af því að hún er ómælanleg. Og vers 8 og 9 svara spurningunni hvernig við erum hólpin. Við erum hólpin fyrir náð, fyrir trú. Trú hvað Jesú gerði fyrir okkur á krossinum og við getum ekki endurgreitt tilbaka. En vers 10 segir samt að Páll er ekki að koma með eitthvað svona ofur náðarboðskap. Það þýðir ekki að bara trúa og þú ert hólpin og bara nú þarftu bara að bíða. Ég þarf bara að bíða eftir í komast inn í himnaríki. Nei, það virkar ekki þannig. Af því að tilgangurinn er að vera smíð Guðs sköpuð í Kristi til góðra verka sem hann hefur fyrirbúið. Með öðrum orðum, Jesús sýndi hvað er að gera góðverk. Hann sýndi hvað er að gera góðverk utanfrá. Þess vegna hann frumburðurinn fyrir okkur. Þannig að þegar við tökum svo á móti Kristi, þá erum við væntanlega sköpuð í honum og við finnum svo út og gerum slíkt í sama. Ekki að neyða Guð að elska okkur, heldur fyrir út, gerum góðverk af því að við vitum að við erum þegar elskað af Guði. Amen. Þess vegna vil það sýna okkur þess að ómælanlegu náð sín er við okkur. Við getum ekki endurgreitt, við getum bara meðtekið. Og Páll er mjög skýr, svo er Páll mjög skýr hérna í Rómverjabréfinu. Hvað er ég búin að tala lengi eiginlega? Þetta er mjög gott, Gunnar. Já, akkurat. Já, sko. Amen, takk. Það hjálpar alveg að koma og tala þegar að lofgjörnum búin að vera svona góð. En, sko, já, ég ætla að hoppa aðeins í Rómarbréfið því að þetta endurstrikar svo mikið
boðskap okkar trúar. Hér segir hann á Rómarbréfi 1:16, ég fyrirverði mig ekki fyrir fagnaðarerindi, af því að það er kraftur Guðs sem hjálp frelsa hvern þann mann sem trúir. Svo stendur þetta gyðingur fyrst og aðrir síðan, sumir halda, ok, þannig að gyðingar eru betri en við sem sagt. Nei, þetta hefur ekkert með það að gera. Það hefur með það að gera að þeir fengu fyrst að heyra fagnaðarerindi. Það segir í Rómarbréfinu 9:4, þeir eiga frumburða réttin á sem sáttmálum, þess vegna var það fyrst predikað í Ísrael. Og svo var það bara að fara út allan heim. Réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar eins og ritað er hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Habakúk 2:4, en okkur með öðrum orðum. Hér er Páll, hann er bara, eins og þið kannski flest vitið, Páll var ekki einn af þeim 12 sem Jesús valdi upp að. Hann bættist við og við sjáum svo berlina að koma í ljós að því hann segir, ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindi. Ég skammast mín ekki fyrir fagnaðarerindi. Þegar Jesús mætti honum og gaf hann líf sitt Jesú, og þú lest það í Póstólssögunni á mörgu stöðum, þá lestu það að hann er búinn að vera ofsóttur, en hann svarar alltaf fyrir trúna sína. Hann skammaði sín ekki, heldur fór hann alla leið með fagnaðarerindi. Mér alltaf minnist þetta í fyrra Kórinthbréfi 9. kafla, þá segir hann allt fyrir fagnaðarerindi. Hver laun mín að ég sé að koma að boða ykkur fagnaðarerindi? Hver tilgangurinn ég sé að koma að boða ykkur fagnaðarerindi? Þegar ég að slást við ljón í Efesus, hver samt tilgangurinn? Tilgangurinn og launin eru þau að ég að boða ykkur fagnaðarerindi. Ekki fyrir laun, hann að gera þetta af því að þetta tilgangurinn hans í lífinu. Guð breytti honum algjörlega. Fór úr því að vera mesti gyðingur veraldar yfir því að vera mesti trúboði veraldar. Þannig voru áhrifin á Páli á þessum tíma. En svo segir líka að það er kraftur í fagnaðarerindinu. Það er kraftur í fagnaðarerindinu, það er krafturinn sem að getur leyst lífið þitt, það er krafturinn sem að getur umbreyttir frá því að lifa í syndi yfir því að lifa honum til dýrðar. Það er kraftur að þú getur núna verið frjáls, ekki vegna verka þinna, heldur þetta allt saman beint á því hvað Jesús gerði á krossinu. Og segir hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Af því að vondu fréttirnar eru þær að við munum öll einn daginn standa fram með Guði. Ég vona ég sé ekki að segja ykkur á fréttir. En góðu fréttin eru að þegar þú stígur fram fyrir Guð, þá getur þú staðið einfaldlega teinréttur fram með fyrir heilugum Guði, ekki að því hvað ég er svo klár og góður, ekki að því að ég er svo heilagur, það er vegna þess hvað hann hefur réttlætt mig. Og núna bara að lokum, þegar ég lík þessum skilaboðum mínum til ykkar, þá vil ég bara segja við ykkur að hvetja ykkur að taki þetta skrif í trú og fylgja honum í dag. Af því að við vitum ekki hvort að við fáum morgundaginn í það, en það er betra allavega að hafa gert þetta ákvörðun í dag fullvissa. Ég ætla að leyfa Pétri í Póstólssögunni 3. kafla, 7. versi að segja það sem ég reyna að segja við ykkur. Pétur sagði, silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef gef ég þér í nafni Jesú Krist frá Nasaret. Ég segi það sama á Pétur. Ég get ekki gefið ykkur einhvern auðæð, ég get ekki gefið ykkur einhverja veraldlega hluti, ég get bara gefið ykkur nafni Jesú. Það er þess verið að lifa fyrir og þess verið að deyja fyrir, en þess þörf á. Þannig ég ætla að ljúka þessi skilaboð með þessum versum. Á ég að biðja? Faðir minn, við þökkum þér að við fáum að koma saman og lyfta þér upp, Jesús. Ég þakka þér, Drottinn minn, að sem að 2 eða 3 eru samankomnir í þínu nafni, þar ert þú mitt á meðal. Ég þakka þér, Jesús, að þú gafst okkur eilíft líf og við getum aldrei endurgjalda þér það tilbaka. Af því ef við gætum það, þá væri þetta ekki lengur náð, þetta hefur verið lán, en þú greiddir alla okkar skuld. Og við getum gengið inn í það helgasta með djörfung, frelsi hvenær sem er. Þú tókst á okkur syndir okkar og tókst á því skömmina sem að við áttum skilið að bera, en þú tókst hann á þig, Jesús. Og ég þakka þér að sem að aðstæður koma að fara, fólk kemur og fer, þá ert þú eins sami í gær og dag alla eilífð. Hjálpa okkur að gera mikið úr þér og lofa þig þessa vikuna. Og megum minnast þess hvað þú gerir fyrir okkur og megum hlaupa í rittingarnar og lesa og stúdra og lifa þér til dýrðar. Í Jesú nafni. Amen.